Við erum hérna í Freyvangi í Eyjafjarðarsveit og hér stendur mikið til að vera frumsýning á morgun eða hvað? Já, það er frumsýning annað kvöld á Klaufum og Kóngsdætrum sem er svona samsafn af H.C. Andersen ævintýrum með H.C. Andersen sjálfan vappandi Þú fær þetta virðulega hlutverk? Ekkert smáræði virðulegt sko. En það er nú eiginlega liðin tíð að ég geti mikið skipt mér af því hvernig þetta þróast. Löngu dauður og ormar ræður þessu öllu. Og hvert er það þitt hlutverk hérna í sýningunni? Það er svona sumpart að vera sögumaður, trekkja sýninguna aðeins áfram, kynna mismunandi atriði. Þetta er svo samsett verk að áhorfendur eru kannski ennþá ringlari en leikararnir. Ef þeir fengi ekki aðeins að vita hvað kemur nú. Þetta er sett saman úr fleiri en einni sögu? Já, þetta er svona collage. Þetta er þetta er grunni 6 ævintýri. Misþekkt, alveg frá hans þekktustu verkum og yfir í svona eitt sem er svona eiginlega óþekkt, eða svona með fáir kannastu. Svo eru H.C. og Ljóti andárungin, þeir eru svona annað vappið og það ævintýri sem sagt neitt, sko, svona í heild sinni neitt, það er ekkert færið til smáatriði, það er svona bara kjarninn úr Ljóta andárungunum er svona skotið inn á milli atriða og inn í atriði jafnvel. Og hvað er það þá sem fólk má búast við að sjá? Hvað segirðu? Klaufa hér og klaufa þar, Kóngsdóttur og nornar skar, risa hundið að ringlað sprund, ríkan dáta og dauðastund. Basically. En þið eru ekki hittast hérna í fyrsta skipti, eða hvað? Nei, við hittust nú fyrir 30 árum. Já, þetta er gamli íslensku kennari minn úr menntaskóla, sko. Og hvernig er að vera hérna leikstýra honum? Það er hefndin er sæt, sko. Hann lætur lygilega vel að stjórn, skal ég segja. Hann gerir bara það sem ég segi hann að gera, svona eins og ég gerði í gamla daga þegar hann var að kenna mér íslensku. En það er bara fínn í íslensku, sko. Nú er verkið verið frumsýnt á morgun. Hvað er undirbúningun búin að standa yfir lengi? Þetta byrjaði hann snemma í september, svona 5.-7. september held ég við byrjað og svo bara er þetta venjulega ferlið, það þarf að finna fólk í þetta allt saman og kom nú það er nú þetta mjög ungur leikhópur svona í grunninn, það eru grunnskóla krakkar sem eru svona helmingur innan leikhópnum sem eru samt sko mörg hver býsna orðin reynslu mikil með aldur sko. Hafa voru til dæmis í Gullna hliðinu mörg þeirra og svo er Emil Katholti er hérna í hlutverki og þannig að já, það er svona hefilega blanda þessi hópur af svona reynslu boltum og ungum og öfnilegum leikurum. Og það er uppselt á frumsýninguna, er það ekki? Jú, það er nú alltaf, sko, það er nú bara aðstandendur og svona. En svo má nú búast við að þessi sýning verði hér eitthvað áfram? Já, það er að sýna þetta alveg vonum við til meðan einhver mætir, sko, og við erum að vona að það verði svolítið. Þetta er svona fjölskyldusýning, þetta var sett upphaflega, sko, upp í Þjóðleikhúsinu fyrir 10 árum síðan. Og þar gekk þetta mjög vel og þetta er svona bara fyrir alla fjölskyldum, það er alveg fullorðnir hafa gaman að þessu líka, sko. Það voru hérna í gær hópur af fólki, það skemmtu sér allir hið besta, jafnt ungir sem aldnir, þannig að við erum bjartsýn. Það eru svona mismunandi lög af húmor í þessu, sko. Sumt er kannski meira handa fullorðnum og annað handa börnunum, þannig að já, ég held að geti allir haft nokkuð gaman að þessu. Svo eru náttúrulega ýmsir að hitta þarna gamla kunningja, því að ævintýri Andersens eru nú ennþá býsna þekkt, minnst mörg þeirra. Við erum með Eldfærin til dæmis, sem er eitt hans alþekktasta, og Hans Klauf er líka býsna þekktur. Svo er það Svínahirðirinn og Næturgalinn og Litla stúlkan með eldspýturnar, sem er náttúrulega líka býsna þekkt. Og svo Förunauturinn sem er svona svolítið þarna minna þekkt heldur en hinn og er svona
svona pínu hryllingsleikrit, sko, það er þess að hræða börnin líka, sko. En svo þarna náttúrulega ljóti andaranginn, sko, yfir og undir og allt kring í raun og veru og svo saga hefst og endar þá að hún sé eins og Ármann segir aldrei sögð beinlínis en svona við fylgjumst aðeins með honum en hann náttúrulega hotnreka hér ræðillinn út allt. Það eiginlega, sko, má segja svona að þetta sé mjög svona aktúelt leikrit, það svona rosalega margt í gangi í því sem svona mjög heitt umræðuefni í dag, einelti náttúrulega viðvarandi í þessum ævintýrum, það er alltaf einhver sem er ofsóttur og eineltur, sko, þannig og svona fleiri hlutir sem eru í umræðunni í dag sem á þess að við séum að velta okkur upp úr því neitt sérstaklega, sko, þetta bara er þarna. Tækjadýrkun og popmúsík, sko, það fær alveg sinn skamt og allt þetta. Þannig aðeins tekið til nútímans pínu. Það þurfti þess kannski ekki, þetta var þarna bara, sko. Það var tækjadýrkun í sýnaheiðunum er innskrifuð tækjadýrkun. Þannig að það verður hérna eitthvað fyrir alla í Freyvangi? Já, flesta. Vonandi. Vel flesta. Það er aldrei allt fyrir alla en það er, held ég, fyrir fólk sem er gamla leikhúsi allavega er þetta, held ég, býsna sólid pakki hérna hjá okkur.